Austfirðingar, við erum Fjarðabyggðarbúar, við erum Norðfirðingar og íbúar í Neskaupstað. Þessi staður lá afskaplega vel við. Það er stutt að róa hérðan á fengsæl mið og hér settist býsna margt fólk að. Þannig að íbúaþróunin var hér býsna mikla breytingar, mikil fólksfjölgun. En hér eru í dag á milli 15 og 1600 íbúar og þeim hefur heldur farið fjölgandi núna síðari ár. Staðurinn var lengi mjög einangraður. Hann kemst ekki í vegasamband beint fyrir 1949 og hérna þurftu menn svolítið að hugsa sín mál sjálfir. Hér þróaðist ýmislegt með kröftugri hætti en sums staðar annars staðar, til dæmis tónlistarlíf, svo dæmi sé tekið. Hér er stofnaður einn af fyrstu tónlistarskólanum á Íslandi og við höfum verið svo heppin að við höfum haft mjög öfluga tónlistarkennara og þeir hafa verið mjög frjálslyndir að því leytinu til að þeir hafa viðurkennt allar tegundir tónlistar. Það skiptir engu máli hvort er að ræða klassíska tónlist eða bara punk eða hvað sem það er. Ég elst upp hérna í Neskaupstað. Kynnist tónlist kannski fyrst svona 10 ára aldur, eitthvað svoleiðis. Og elst upp við svona rockhljómsveit. Þá var rockið svona svolítið inn á þeim tíma, svona í kringum 87, eitthvað svoleiðis. Og þá voru rockhljómsveitir hérna í bænum sem voru alvöru rockhljómsveitir. Eins og Sabotage sem braut alltaf glugga eftir hljómsveitaræfingar og Langikil og Stubbarnir og þar var til dæmis forsprakki þeirra hljómsveitar, Langikili. Hann var með lúkkið og allt eins og rockböndin eru í dag. Og ég man alveg sérstaklega eftir því einu sinni, þá var ég að labba niður í bæ, bara pínlítill og ég sá Langakil að koma á móti mér á gangstéttinni. Og svona vígalegur eins og hann var og ég fer yfir á hina akreinina til þess að mæta hún nú ekki. Svo að það var svona vottur af rocki. Við erum hljómsveitin Óni frá Neskaupstað og við vorum stofnaðir 2009. Eða ekki? Stofnum 2010. Ok, 2010. Við erum allir héðan nema ég. Ég innflytjandi þannig séð. Hann kemur frá Bahamaseyjum. Bahama-eyju. Bahama. Ég er sko 3/4 Íslendingur sko, en 25% Bahama-eyingur. Það eru yfirleitt alltaf sko, það hafa alltaf verið svona tilfallandi 4 til 5 aktívar hljómsveitir hérna á Neskaupstað. Bara, þú veist, hvort sem það er þungarokk eða pop eða hvað sem er sko. Áður en ég kom, það var svolítið öflug metalmenning hér. Ég meina, það var Judico Jeff, það var Darkness Grows. Já, það er alltaf bara upp úr Eistaflug. Já, það má alveg segja það. Rockmenningin hér hefur alltaf verið mikil sko.
Ég flutti í Neskaupstað af því að við ákváðum að pröfa eitthvað nýtt, bjuggum í Reykjavík og kona mín kláraði hjúkrunarfræði og við ákváðum bara svona að finna stað á Íslandi þar sem að vantaði íþróttakennara og hjúkrunarfræðing. Og það var vantaði hér árið 2004. Og þá var ég búinn að vera rosalega aktífur í svona hljómsveitarstússi í Reykjavík, búinn að vera að spila á trommur í hljómsveitinni DIS með vinum mínum. Svo flyt ég hingað og þá er ekkert svona í gangi hérna og bara ekkert í gangi hérna fyrir austan svona eitthvað. Þannig að eftir nokkra mánuði þá fór ég aðeins að skoða þetta og Menningarráð Austurlands styrkti mig þegar ég fór á fund þar og þeir ákváðu að styrkja mig um 400.000 krónur sem ég setti í rútu og svo var bara valið Dordingull með töfluna og það var svona, þar voru allir sem voru í þessum pælingum, allt jaðarliðið var þar, þetta var fyrir Facebook. Og ég setti bara inn auglýsingu þar að við ætluðum að halda tónleika hérna í Egilsbúð. Þeir sem vildu spila bara skráðu sig inn hérna á töflunni og það fer rúta frá BSI klukkan 8 þarna á föstudagsmorgni. Og þetta endaði í einhverjum 10-11 hljómsveitum sem að stauluðust með. Þetta var síðustu helgin í ágúst og þetta er eina skipti sem ekki verið aðra helgin í júlí. Þá gistu hljómsveitirnar í félagsmiðstöðinni og heima hjá mér og við heldum partíið heima hjá mér. Það var pláss fyrir alla bara heima. Og restinn af peningunum sem fór ekki í rútukaup fór ég að kaupa bjór sem var 30 skall og við alveg tókum gott partí. Já, maður. Varstu lengi að fá þetta? 5 kilometra, 29 mínútum. Gera aðrir hlungar betur. Þetta er bara alveg heilsufest, sko. Þetta kalla þetta eistnahlaup í staðan fyrir eistnaflug. Eistnamarathon kannski. Já, hugmynd fyrir næsta ár. En já, sér það, þú veist, mjög gott fyrir krakkana örugglega að fá að kynnast þessu. Og það hefur vantað svolítið svona endurnýjun í rocki. Bara fyrir nokkrum árum, þú veist, þá voru þessi strákarnir í Oni, sem er eina lokalbandið sem spilar hérna, þá voru þeir, þú veist, of ungir til að fara inn. Þeir eru náttúrulega alast upp við þetta festival. Og nú eru þessi góðar alast upp við þetta festival. Sér nú útganginn á þessu miðju hérna, og það er sín honum bólið. Sjáðu þetta, heldur þetta séu uppeldi á greiðströmmum. High five. Þú veist það. En ef þú sér eftir 10 ár, þá verður þessi gaur kannski, þú veist, næsti Lars Ulrik. Hver veit? James Hetfield hana. Hvernig er það gema? Botnaði. Nei, það bara því. Ekki mörg ár. Er það kalt? Nei, það er kalt. Það er að filma ykkur strákar. Já, það er Stefán skipuleggur Eistnaflug með góðum aðstoðaraðilum og svo ég náttúrulega bara kem svona óbeint af þeirri skipulagningu, svona inn á milli, bara yfir árið og svo svona yfir á helginni að þá erum við hópur sem sjáum um miðasöluna og bara móttöku á fólkinu og svona erum bara miðla hvert á að leita og hvað á að gera og hvernig við hegðum okkur og hvernig bara svona við svolítið setjum stemminguna oft. Er det første gang dere er her? Ja. Ja. Så kult! Og hva gleder dere mest til å se? Hva er mest spennende? Skallmøll. Dere vet det er jo konsert i kveld. Ja. Skal dere på den konserten, eller? Jeg vet ikke det. Nei.
þegar það byrjaði var náttúrulega bara pínlítið. Það var bara tónleikar sem voru haldnir og það kom ekki eins og nafn á það strax. En það var mjög fljótt sem að það komu bara ágætlega margir og þetta tvöfaldaðist náttúrulega alltaf fyrstu árin, sko. Þannig að það var mjög gaman og það var bara partí í stofunni heim í okkur og allir gistu þar og þessi ljúfu menn léku heim í stofu við börnin mín. Þannig að það var bara æðislegt, sko. Þetta Stefán Magnússon, eins og áður talaðum. Hann sérlegur tamborínuleikari Sólstafa. Gefum honum gott klapp. Spilað nokkuð sem áður, við höfum spilað á hverju einasta Eistnaflugi frá upphafi. Þetta er sem sagt 10. skiptið í röð sem við spilum á Eistnaflugi. Fleiri bönd sem hafa náð því afreki? Ég held að við séum 3 bönd, ef ég man rétt, sem höfum spilað á hverju einasta ári. Það eru við, Momentum og Invortis. Hvernig að spila á Eistnaflugi? Það sérstakt, það öðruvísi. Það ógeðslega gaman. Ég get sagt það að við túrum mjög mikið, sérstaklega í Evrópu, aðeins í Ameríku og við höfum komið á yfir 100 festival og það ekkert að þeim líkt Eistnaflugi og okkur hlakkar alltaf mest til að koma á Eistnaflugi. Ég skal segja þér gott dæmi, sko, bara hvernig Eistnaflugi öðruvísi. Við vonum að spila fyrir sumar festival í Þýskalandi. Það svona svo truckstopp, það hótel, það bensínstöð, nokkrir skyndibitastaðir. Festivali sjálft á bílaplani bak við hótelið. Malbikað, engin sjarmi við það, ekki neitt. Það regning, það var breytt. Burtséð frá því, það var engin sjarmi við að vera þarna eða spila þarna. Svo kemur hingað, það alveg á hinum skalanum. Sko, náttúrulega, sérstaklega fyrir útlendinga, koma hérna, sjá útsýnið hérna, vera í þessum firði hérna og náttúrulega sólin skín allan sólarhringinn. Þetta náttúrulega bara fyrir þá þetta bara eins og að koma í annan heim. Og eins og ég segi, þetta náttúrulega, þeir tala saman, sagan berst út og fleiri sína áhuga á að koma. Neskaupstað, ég veit ekkert Neskaupstað, fyrir utan hann bara allt og langt í burtu. Já, og það einbreið göng hingað. Það eiginlega svona eina leiðin sem ég veit að ég að koma hingað. Þetta er kerslan að veri. Já. Og kerslan bugul. Kerslan alveg hryllileg.
Myndu frekar vilja þetta væri bara eitthvað Reykjavík eða? Nei, alls Reyndar ekki. Þetta er meira portal út í annan heim, sko. Já, bugunin gerir þetta. Já, bugunin gerir þetta, sko. Ég finn bara þess, ég vil bara hafa húsvöld. Þú veist eins og að sitja í stólstæð svo að þú getur bara nota. Já, þetta er geðið þegar ég búin að drekka líka. Þeir sem komu og voru á fyrstu tónleikunum voru náttúrulega bara með þetta svolítið svona grófa útlit. Það var alveg síðhærðir menn með mikið af húðflúrum og í svörtum dimmum fötum og þetta bara hafði ekki sést hér. Og ég man bara eins og fara með þeim í sund og fólk var bara að skoða þessar fallegu myndir á líkumum þeirra. Já, fyrsta árið var dálítið merkilegt svona. Það var, fólk vissi ekki á hverju það gat átt von og hélt sér dálítið mikið heima. Svo bara strax á öðru og þriðja ári að þá bara sá fólk það að þetta var bara friðsemdar fólk, kurteist fólk. Ég held að allir bæjarbúar séu búin að taka þetta alveg í sátt eins og hægt er. Þú hlýtur nú að hafa séð eitthvað tækifæri í þessu, eða ekki? Ég er náttúrulega í sölu áfangar og gíða á mikil sko. Satt er það. Þannig að þú er ekki trúið bæinn eins og einhverjir? Nei. Maður er nú sjálfur alinn upp við Þungarokk svoleiðis að maður er ekki hræddur við svona fólk. Þegar ég bjó Reyðarfirði og fór aftur í golfspil. Kaupa Dauðarokk og Þungarokk. Þá var það í þessu húsi. Sami gaurinn sem á þetta? Já, Pétur. Ekki eðalgaur? Þar, ef þú flettir upp á netinu þá ert að leita af svona íslenskum plötum sem að fást hvergi. Þá er hugsanlegt að það fáist það. Hann pantaði víst allt inn. Ég ætla að fara að leita að hana plötu með Fusion jazzsveitinni Súrt sér. Hún var tilbúðan, 1799 krónur. Það er heldur gott. Það hafa heimil á ástandinu hérna? Já, taka það mesta svona. Hvernig líst þér á þessa krakka sem þú sér hérna? Í götunum? Hérna? Já. Svakalega vel. Ég held að við höfum ekki verið svona prúðir þegar ég var ungur. Og snarvitlaus, en það var ekki bjór þá, það var bara vín. Það var vitlaus að því. Hvernig líst þér á þetta ástand? Heyrðu, þetta er bara talsveit svona meira melló en ég hef kynst á þér. Já. Það er ekki enn. Ekki alveg hvað að segja meira, þetta er bara svona og heimilislegt. Kósí. vorum með hálfgerðan kvíða hérna í búðinni hvernig þetta yrði nú hérna hjá okkur. En þetta verið svo skemmtilegt. Einu sinni hitti ég par hérna við grænmetisborðið í búðinni og hann var með kamb upp í loftið og hún með eyrnalokka út allt og í einhverju síðum frökkum og mjög svona vígaleg að sjá þau. Og ég þarna að raða einhverjum kálhausum og þau fara að dásta því í Hásteinn sko hvað grænmetisborðið sé flott hjá okkur. Hérna fjölbreytt og snyrtilegt og vel það hugsað og sögðu svo við erum nefnilega grænmetisætur. Þessi 10 ár með eistnaflug hér í bænum, þau eru bara, þetta hefur gengið vel. Þau eru eymd ánægja og gleði hérna í búðinni hjá okkur. Og meira að segja að starfskonurnar okkar, það er nú aðalega konur sem vinna hérna, þær raða sumarfríinu á sig þannig að það passi inn á eistnaflug. Það vilja helst ekki vera í burtu þegar eistnaflugið er.
Og jafnvel þó einhver sé í sumarfríi, þá tekur hún 1 eða 2 vaktir þessa helgi bara til að fá að vera með. Það er svo mikið stuð. Já. Ég hlusta á allt. Nánast sama hvað það er. Og ég fór á fjölskyldutónleikana hérna í fyrrasumar og féll alveg fyrir skálmöld. Mér finnst hún frábær. Þetta er bara skemmtilega en jólin. Þetta er bara, maður hlakkar bara til, hlakkar til bara allt árið, sko. Þetta er einhvern veginn bara, þetta er árshátíðin og þetta er svona, þetta er eiginlega eina festivali sem maður fer á árinu þar sem maður upplifir sig sem maður sé samt í fríi, sko. Svolítið þannig. Já, þetta er svona ættarmót þungarokkar á rokkunenda á Íslandi. Fyrir þungarokkshljómsveitir á Íslandi þá er þetta stærstu tónleikarnir á hverju ári, eins og bara fyrir kannski indie-sennuna á Íslandi þá er það Airwaves, sko. Þá höfum við þungarokkararnir Eisnaflug. Þetta er svona sambærilegt að einhverju leyti, sko. Þannig að klálega, þetta eru tónleikarnir sem að allir vilja vera bestir á, sko. Já, keppni. Já. Það er alveg keppni, það er þannig. Og þú veist, ef þú ætlar að spila eina stórkostlega tónleika á ári, þá spilar það á Eisnaflugi.
have to record my toes. You have to record my toes. You have to do that. No, my toes, not my face. Not my face, toes. Toes are better, sorry. Why are your toes so beautiful? Because they are. Because I'm a hobbit. I'm wearing shoes around my hips. Have a good time. Ég í fjórðaskipti, Ígor hérna í annarskipti. Ígor aðalkallinn á Íslandflugi, sko. Og hvað dregur ykkur hingað? Herðu, bara tónlistinn, félagskapurinn, allt saman, sko. Þetta bara besta útihátíð allra tíma. Alltaf gott að vera á Íslandflugi, sko. Og þannig Jonathan, hann hérna vinnur fyrir Terrorizer eða Metal Hammer, ég manna ekki. Og þetta er hann Michael, hann hérna hjá Season of Mist. The fact that the festival invites press and label people to check the Icelandic band is going to help. It's going to help the Icelandic band as well. So it's what Stebby is doing is really clever with that. He's helping the scene a lot. It's part of my job to do festivals, but it's also part of holidays, and I don't know, it seems like a big old family. It's really unique. I haven't seen that anywhere else so far. So I'll probably be back. Það var hérna hotnið mitt. Það er alltaf hjartað með, sko. Trúið bara ástafriður. Og hvað var Íslanda, þá finnst mér eins og hérna að svona rock og metal senan svona eins og hún leggur sig hérna á Íslandflugi hafi svona alveg fullkomlega tekið okkur í sátt eftir fyrsta Íslandflugi, sko. Það hafa alveg svona virkilega hérna já, svona tekið bandið á næsta stig svona þannig séð, sko. Hérna en já, svona hvað var erlenda
fjölmiðla og tónleika og svona, þá sem sagt, eins og Óskar sagði, sem sagt, við kynntumst Gunnari Sáarmann, svona einn af aðal blaðamönnum og sem sagt, fólkið á Eistaflegi kynnti okkur fyrir sem sagt, öllu pressinu og málið það að Gunnar Sáarmann, sérstaklega, hann vann rosalega hart að því að hún líkaði svo vel fyrir okkur, hann vann lengi að því að koma okkur á stórt útgáfufyrirtæki og bókunarþjónustu og svona, þannig að það mætti alveg segja það að hann hafi farið út í heim og sagt bara þú verður að tjekka á þessum, það gerir það að verkum að núna búum við út í Danmörku og erum bókaðir út árið, spilum talsvert fleiri tónleika á Íslandi, á úti heldur en við gerum á Íslandi, sko. Það er bara eindislegt. Þetta er fallegasta hátíð sem bara þú munt finna, sko. Það er bara svoleiðis. Þetta er glæsileg hátíð og það er ekkert nema ástina og sukk og ógeð náttúrulega, það finnst líka, sko. Þannig á það líka að vera, sko. Sukk og ógeð, ég veit ekki með neitt annað festival sem nær sukk og ógeð svona miklu levelega af því og samt vera allir bara eitthvað, þú ert svo ágætur, og vera næs, sko. Það er magnað. Já. Fullir þungarokkar eru mjög kærleiksríkir og bara, já, ætli það sé ekki bara semmar þessu nokkuð upp. Það eru allir að passa hvern annan og síðan eiga til að tala svolítið mikið sína uppáhaldshljómsveit og hvað hún er miklu betri en öll hljómsveitir sem þú er nokkuð tíma. Það er svolítið svona elitist stundum sem kemur í ljós. Já. Það eru mjög skýrar reglur sem við höfum bara verið með alveg frá fyrsta degi. Það er bannað að vera fáviti. Það er bannað að vera með vesen. Og við höfum bara verið mjög svona ákveðin með þetta að þú ert ekki með eitthvað kjaftaði hérna. Og það eru til endalausar sögur það hvernig fólk er að benda öðrum á þetta, þú veist, lið sem ætlar að fara að stela í búðinni og vera með eitthvað rugl. Það er bara stoppað, þú bara ert ekki að gera þetta hér. Og við höfum bara hamrað á þessu öll þessi ár og mér finnst þetta bara mjög svona, mér finnst að þetta eigi bara að vera regla númer 1, 2 og 3 og öllum hátíðum á Íslandi af því að Íslendingar eru mjög oft fávitar þegar þeir drekka brennivín, þannig að það þarf svolítið að minna fólk á þetta að hann nennir enginn að standa í svona vinnu í heilt ár og fá svo bara hópa einhverjum hálfvitum sem að leggja allt í rúst og eyðileggja vinnuna. Þannig að þetta er mjög einfalt. Við höldum þessu áfram meðan að fólkið er að hegða sér og ef það er ekki að ganga þá náttúrulega bara þarf maður að fara mjög vel yfir þetta aftur, hvort maður nennir þessu. Eftir þetta var svona stórt, þetta var náttúrulega miklu minna þegar þetta byrjaði, en eftir þetta stækkaði svona mikið þá er þetta eiginlega orðið aðalatriðið í þessum hittingi, sko. Þetta er náttúrulega snýst allt um tónlistina þannig, en það er samt alltaf, í forgrunni er þetta bara, það er bara fucking bannað að vera fáviti og það er bannað í alvörunni og þegar Stebbi kemur upp á svið og segir það, þá er það ekkert, hann er ekkert eitthvað að fjasa og þess vegna held ég þetta gangi svona vel því að hann meinar þetta svo innilega og þegar hann segir, sko, ef það verður stórt vesen einhvern tímann á Eistnaflugi, þá held ég hátíðina aldrei aftur, þá er hann ekkert að grínast. Ég treysti honum svo fullkomlega til þess að ef hann mæti til hans alblóðugur maður sem var laminn í kássu, þá segir hann bara frábært, þetta er búið, ég ætla aldrei aftur að gera þetta. Og þetta skilaði sér held ég svolítið mikið bara til fólks, að hann er í þessu algjörlega fullum heilindum og þetta er ekkert grín, það er bannað að vera fáviti.
Ég ætla að lofa ykkur því, það eru rosalega margir sem að bíða eftir því að Eistnaflug skíti í brækurnar varðandi hegðun og fjölmiðlarnir geta farið að éta upp og allt fara til fjandans hérna. Við ætlum að fara á sunnudaginn með svona brosandi og fokki ykkur því að helvítis neikvæða pakk sem að haldi að geti ekki gert þetta. Er það á hreinu? Þetta er mjög einfalt. Við ætlum að skemmta okkur ógeðslega fallega og klára þetta. Ekkert helvítis rugl. OK? At the gate! Við vitum að það er alltaf einhver fíkniefni á þessari hátíð eins og er bara á öðrum skemmtunum og þar sem að tónlist og áfengi og skemmtana heldur í gangi. Auðvitað vildum við að við værum bara fíkniefnalaus hátíð og allir myndi bara södra bjór en það er eitthvað svona, það er svolítið svona eins og að setja sér markmið fíkniefnalaust Ísland. Mér finnst það fyndnast að markmið sem hefur verið sett bara í heiminum. Sorry, pólitíkus, sorry, ég gerir grín að ykkur. En mér finnst það fyndast að markmið sem hefur verið sett og ég held að ég myndi bara, við myndum ekki setja það markmið þar sem að það er ekki raunhæft. En þetta fæddist eiginlega í einhverju svoleiðis umræðu. Þannig að Stebbi fór á svið og ég held ég segja rétt að þetta hafi í rauninni komið í kjölfarið af því og bara tók svolítið ræðun að passa hvort annað og ræðan að vera ekki fífl og varð til og svo hefur hún bara verið endurtekin. Það er mjög merkilegt að svona hátíð skuli fara svona friðsamlega fram. Það er mjög merkilegt og náttúrulega hvernig samband á milli hátíðargesta, tónlistarmanna og bæjarbúa hefur þróast. Það er svolítið merkilegt. Því ég man til dæmis með Neistaflugið sem er alltaf haldið Verslunarmannahelgina. Það voru ekki liðnar nema 5-6 hátíðar þegar kom í fréttatímanum mann í einhvern tímann að bæjarbúar var orðnir þreyttir á gangi gesta og eitthvað svona. En það hefur aldrei komið upp nein svona umræða í rauninni gagnvart Eistnafluginu. Sem er svolítið merkilegt. Hvað getur þið sagt um skemmtana? Við erum hérna, sko. Við erum hérna. Og Paradísinni. Við erum á Og Paradísinni. mætum alltaf á Eistnaflug. Alltaf? Við mætum alltaf. En mér langar bara að segja, þetta fólk er svo vinalegt, allir. Við erum alltaf að rúnda hennum og gefa fólki var og allir Það er svo vindalir. best. Að vera á daginn, að rúnda og skuttla þessu fólki. Andjús, það er best. Þið eru svo yndisleg. Stebbi Magg var íþróttakennarinn okkar, sko. Henni í den. Sjöunda bekk? Doddi gamlar. Var hann ekki sjöunda bekk? Já, svo sé það. Þetta er skemmtilegt að kenna þessu. Og hressasti. Já, klárlega. Jú, hann er mjög hress, hann kennt okkur leik. Ok, ég er vindar. Já, þetta er banani. Ok, þetta er banani. Ég er banani. Ok, wimber, wimber, banani, banani. Wimber, wimber, banani, banani. Banani, banani, jarðaber, jarðaber. Jarðaber, jarðaber, banani, banani. Jarðaber, jarðaber. Hildur, þú kannt ekki leikin? Jú. Nei, bara sagði þig. Verkefni sem við erum að lenda í eru ansi fjölbreytt en oft er þetta hugsað sem fyrirbyggjandi gæsla. Við erum að fyrirbyggja til dæmis einhverja hluti eins og hópslagsmál eða eitthvað svoleiðis að okkar nærvera skiptir kannski máli þegar fólk haldi sér rólegt en í þessari hátíð er það þannig að við erum mest bara með fólkinu og að aðstoða það þegar eitthvað kemur upp á því að það er ekki, við höfum aldrei lent í svona ofbeldisvandamálum á þessari hátíð.
síðan lent í einhverju alvarlegu atviki? Þannig það hefur orðið eitt slys, banaslys, fyrir utan bæinn sem tengdist hátíðinni og varpaði svolítið skugga á hátíðina það ár sem fór annars mjög vel fram að öllu öðru leyti. Það var þetta mjög erfitt fyrir alla sem að því komu sko, á þeim tíma. Þetta er það erfiðasta við að halda, að gera þetta aftur. Og bara eitthvað sem að, þetta er bara, ég tala ekkert Eistnaflug 2010 og svona minnast á það að þetta gerist. Það er bara mesta hræsni í heimi. Þetta setti, mitt líf algjörlega bara á nýjan stað. Það gerist á Eistnaflugi, alveg sama hvernig menn horfa á þetta. Hún kemur á Eistnaflug og er búin að, þetta er vinur okkar, og ég veit þetta er slys. Það breytir bara engu til með það að, ég, sé þetta aldrei öðruvísi en að þetta sé, ég tek þetta alltaf inn á mig. Þetta hefði náttúrulega ekki gerst ef ég væri ekki að halda Eistnaflug, við getum bara orðað það þannig. Mér finnst það hæpið. En ég meina, ég horfi kannski ekki alveg á það þannig, en þetta er bara ógeðslega sárt. Hvað gerir þið svo út á húsinu? Við förum með þær inn í bílskúr og svo eftir nokkra daga fer mamma eða pabbi með þær á einn stað niður í bæ og fær pening. Verður það að safna fyrir einhverju? Ég veit það ekki. Já, við erum að kaupa hús og líka bara gera þetta til gamans. Já. Og hver er með ykkur hérna? Þetta er Snati. Snati. Þú horfir bara ekki saman. Eftir að Eistnaflug fór að verða stærra og krakkarnir fóru að taka meira eftir þessu því það er komin upp kynslóð sem man ekki eftir neinu öðru heldur en Eistnaflugi. Það er bara alltaf einu svona ári í Eistnaflug og fyllist alltaf rokkurum og krakkarnir taka þátt í því. Svo að fyrir kannski 5-6 árum þá fór maður að taka eftir því að krakkarnir voru komin með lög, mig langar til þess að læra þetta lag með einhverjum af böndunum sem voru að spila á hátíðinni. Og til dæmis við erum nú með hérna einhvers staðar í herberginu. Já, hérna er plaggat með einni hljómsveitinni, Blóðstöfum, sem að þeir voru bara 8 ára gamlir þegar þá langaði til þess að stofna rockhljómsveit og voru konur með nafn og allt saman. Og það voru Blóðstafir sem að vísa nú í eitthvað annað band, ef ég man rétt. Þetta eru strákarnir sem eru að alast upp við Eistnaflug núna og, eru kannski rockstjörnur framtíðina. Það er gaman að þessu. Mann þykir rosalega vænt þetta. Að maður sé, við erum kannski ekkert bestu fyrirmyndir í heimi, en þetta er þó skárra en margt annað að krakkar séu þá að finna sig í tónlist. Og að við getum verið einhvers konar fyrirmynd fyrir þá, náttúrulega, það gefur manni svolítið, Nei, þetta var þú helvítið. Gunnar, did you catch it? Já, ég er svangur. Hann má ekki fara í sjóinn, sko. Nei, láta sem má ekki hendi í það. Amazing. Flökumann, steikimann. Gott á grillið, maður. Akkur ekki fleiri farnir úr ofan? Það enginn úr ofan.
Nammi, kex, ís í þetta veður. Já, það má. Það var nú lok eistnaflugs. Herru. Látt mér nú þekkja það. 1391 krónur. Þið vildi ekki fleira, var það? Nei. Þungar okkur að verða svona, fá svona meira samþykki bara í samfélaginu, bara sem hluti af tónlistarsenunni, bara í stóra samhenginu, sko. Og, þú veist, Eistnaflug spilar klárlega þar inn í og svo náttúrulega, þú veist, höfum við kannski við, Sólstafir, Dimma, kannski verið að ná Brainpolis. Ná, þú veist, fleiri erum. Og svo þungar okkur í sókn í dag, í heiminum líka, en við vitum það eins og alltaf að vera. Það gengur í einhverjum bylgjum og já, við erum uppi núna. Við skulum hamra járnið á meðan heitt, svo verðum við orðnir leim aftur eftir 10 ár. Skulum gera aðra svona mynd. Bitrir gamlir menn. Já, þetta er rosa gaman, sko. Allir þessir 15 sem komu í gær, það var gaman, sko. Akkur út alltaf fjandans Eistnaflug að vera alltaf langt í burtu. Var að keyra 10 tíma til að sjá alltaf sömu helvitis böndin. Og akkur bara rennibraut í sundlauginni, akkur ekki rennibraut út í sjó. Og hvað er málið með hennar